Á hverju ári fara nýnemar í Flensborg upp í Krýsuvík til að aðstoða við að græða landsvæði þar. Átakið hefur staðið yfir í 6 ár og hefur skilað góðum árangri. Hér hefur verið grætt upp, þessi gula sína hérna sem setur svona fallega svipa á svæðið er öll tilkomin vegna þessar uppgræðslu aðgerða Flensborgara. Og hér inn á milli eru síðan plöntur, trjáplöntur, aðalega birki, sem hefur verið sett niður á síðustu árum og þetta eru plöntur sem eru svona að koma upp, eru farnar sumstaðar að setja mark sitt á umhverfið og hver einasta slík planta hefur verið sett niður á nemendum Flensborgarskóla. Markmiðið með Krýsuvíkurferðunum er ekki bara að græða upp landið, heldur líka að kenna nemendum markviss vinnubrögð við gróðursetningu. Þau vinna þetta samkvæmt ákveðinni aðferðafræði. Það er að segja að við setjum niður plönturnar í svona hringlaga klasa og þar er mjög stíft staðsetningakerfi, þannig að við eigum að geta gengið að hverju einustu plöntu ef við viljum, einhvern tímann seinna til þess að athuga hvernig henni hefur vegnað. Og hluti af þessu öllu saman hérna er að koma með nemendur og skoða hvernig plöntur frá fyrri tíð hafa spjarað sig. Og þá tekur við mæling aftur, mæla hvað eru háar, mæla hvað eru sverar. Þetta berum við síðan saman við gögnin sem verða til þegar þeim er plantað. Eins og þið sjáið þá eru krakkarnir líka að mæla og skrá. Þannig að ég segi við þau þegar við erum að undirbúa þetta að þau að líta á þetta sem vísindaleiðangur. Við erum að afla gagna, við erum ekki bara að fegra umhverfið og bjarga landinu. Við erum að öðlast þarna þekkingu, ná í gögn og krakkarnir, nemendurnir, þeir fá þá þjálfun og æfingu í því í leiðinni.